Freyr, ekki hræðilegt að enda mótið á svona döpurum leik eins og þessum? Jó, það fannst mér. Það var, eina krafan í rauninni frá mér var að við myndum fara hérna og spila þokkalega leik. Það var pressan og við gerum það ekki. Spila, allt er góð. Þannig að það var svekkjandi. Við náum ekki að spila góðan leik og það var bara lélegur leikur. Það var bara ekkert flóknara það og andlega þá vorum við ekki tilbúin í slaginn. Eitthvað jákvætt sem við getum tekið út úr leiknum? Og leiknum í dag. 20 mínútna kafli í byrjun seinni hálfleiks eftir að við náðum að róa þeir aðeins í hálfleik. Hann var í lagi, annað ekki. Þetta styrkleikamunurinn á milli þessara liða? Ég held að við myndum spila 10 leiki og myndu 9 aðeins vera jafnir sko, pluss mínus 1 mark fram og tilbaka. En hins vegar hafa þær ákveðna eiginleika fram yfir okkur. En heilt yfir er þetta svipuð lið og við höfum ekki andlegan styrk til þess að keppast við þetta og það er, eins og ég var búinn að segja, góðari teiknum og refsuðu bara og hefði getað skorað 2-3 mark í viðbót sko. Svoðið á þér eftir þennan fyrri hálfleik? Það gerði það. Ég var brjálaður og gjörsamlega ég var orðlaus í rauninni, Sindri. Þetta var svo lélegt og ég var svo svekktur með frammistöðuna en ég tók kannski ekkert kast þarna inni. Ég reyndi aðeins að berja í þeim stálu og við þurftum að hjálpa þeim að slaka aðeins á og senda eins og við lögum síðan. Við sjáum fyrstu 20 setni eru í lagi, þá höldum við aðeins niður og höldum aðeins í boltanum svona. Já, ég var brjálaður. Finnst þér liðið hafa brugðist sjálfur sér þér og öllum stuðningsmönnum sem hafa hingað hafa komið? Sko, kannski ekki brugðist út frá þessum leik, það var náttúrulega bara, þetta var farið fyrir þann leik og allt í góðu. Mér fannst frammistaðan í fyrstu 2 leikjunum og hugafarið og hvernig það reyndu allt sem það gátu þar og frábæra fyrirmyndir fyrir allar ungar stúlkur til þess að sýna hvernig þið átt að haga þessum íþróttamaður og vera stoltur Íslendingur. Það vantaði ekkert upp á það. En frammistaðan í dag var ekki til útflutnings. Þið komið hérna á blaðamannfundi í gær og talið að þið ætlið að vinna leikinn og allir leikmenn sem sé miklu jafnvægi andlega. Var það bara leikrit? Ég sagði í gær að það væri púsluspil fyrir mig að finna út við hverju væri andlega í lagi því að það var ekki í lagi. Ég var ekkert að segja að allir væru klárir. Stelpurnar upplifðu þannig og töluðu þannig kannski en ég sá alveg að hlutinni voru ekki í lagi. Og ég sagði það við þær og við talaði mjög hreinskilið við þær þetta og mér fannst stemningin í dag allt önnur fyrir leik en það þarf meira til þegar þú ert búinn að brjóta þig niður andlega og til að komast yfir að þú mætir svona góðu liði eins og Austurríki með allt að keppa. Það þarf að gera betur. 4 breytingar á liðinu, 3 þeirra sem koma inn eru teknar út af, fannst þér ekki koma nægilega vel inn í leikinn? Harpa var alltaf að fara út af eftir 60-70 mínútur. Mér finnst hún allt í lagi í leiknum, gerði eins vel og hún gat og held ég. Hólmfríður, já, tankurinn bara búinn, hún ræður ekki við meir en þetta á þessu leveli, þannig að það var fyrirfram, vissum við að við myndum taka hana út og svo var það hvað, Aglamarja, hún var bara búinn á því, mér finnst hún ekkert lélegri en einhver annar, hún bara ekki góð sko. Eftir þessa útreið og þráttur allt 3 töp að þú sért á rangri leið með þetta liði? Nei, ég held að ég viti nákvæmlega hvað ég er að gera og liðið er eins vel undirbúið og hægt er og öll vinnan í kringu liðið held ég að sé í hæsta gæðaflokki ef ég var alveg hreinskilinn. En það er fullt af atriðum sem þarf að laga hjá þessu liði. Það er alveg klárt mál og svo vinna þarf að fara dýpra og við þurfum að taka tæknilega hlutunum mjög alvarlega. Mjög alvarlega, það er bara þannig og við horfum allir á fótbolta sko, við sjáum þetta alveg. Sendingar, móttökur, hlaupa án bolta, leikskilningur og annað. Nú er ég ekki að, jafnvel á bestu mönnum liðs, ég er ekkert að blasta leikmönnum þegar ég að segja þetta. Við þurfum bara að skoða þetta og laga þetta og fara bara með það sko niður í 7. flokk. Ég er að meina þetta, langtíma plan. Kvennafótboltinn er að vaxa hratt strákar, við sjáum það alveg. Vissur þetta ekki fyrir mótið? Ég er búinn að segja þetta í nokkur ár skilurðu að þetta þarf að samt að grípa inn í þetta, það þarf að fara eitthvað aðgerðarplan í gang. Núna á einu ári liðin alltaf slátra þessu undankeppni og þá hverja breytum kerfi, þú sér ekki ennþá eftir því? Nei, ég sé í rauninni ekki eftir því. Finnst þér ekkert að það tekið aftur fyrir eitthvað og tekið
síðan við unnum undankeppnina. Við verðum að átta okkur í því Arnardagi að við vorum næst markaðasta liðið í allri undankeppninni. Í 4-1, 4-1 og við missum út okkar allra bestu leikmenn varðandi sóknarleik og við þurftum að bregðast við. Heldur þú í alvörunni að það sé leikkerfinu að kenna að liðið hafi ekki náð fleiri stigum? Ég spyr þig. Ég er að spyrja þig, heldur þú það í alvörunni? Eins það lítur að telja eitthvað. Lítur að telja eitthvað? Það hefur akkurat ekkert með málið að gera. Þú lítur að átta á því sjálfur, ef þú horfir á leikina, það hefur akkurat ekkert með það að gera. Hvað er það veldur? Hvað er að? Það er bara þessi leikmenn sem þetta út og minnst þú bara ungu stelpur sem kom inn og vinna sig bara strax inn í byrjunarliði? Standa sig bara mjög vel, en heldur að taka ekki tíma? Og voru það ekki væntingarnar og allt fyrir mót bara glórulausar? Mér finnst það ekki. Allt, ef við hugsum ekki stórt, ef við reynum ekki að teygja okkur eins langt og við getum, hvað ætlum við þá að vera? Ef að fara bara inn á þriðja stórmóti og ætla að vera með? Ég spyr. En var innistæða fyrir þessu öllu saman? Já, það sem gerist með háleitri markmiðasetningu, þá nærðu því allra besta út úr íþróttamanninu. Þú þekkir það. Það ekki? Og það sést ekki á þessu móti? Þú nærðu því allra besta fram, leikmennin teygir sig langt, þeir inspirera aðra og þú getur séð það bara á því hvernig þjóðin hefur verið í kringu liðið. Ekki satt? Það er að mynda ákveðna stemningu að fólki þora að hugsa stórt og vilja teygja sig langt og þannig eru íslenskir íþróttamenn. Og ef þeir eru allir tilbúinir að teygja sig eins langt og hægt er, þá ná þeir árangri. Það er svona stutt á milli í þessu. Það munar einu augnabliki 87. mínútu í frakkaleiknum. Einu augnabliki. Það eru ein mistök í varnarleik á móti Sviss og þá erum við að spila úrslitaleikinn í dag. Það verður áttað á því að það hefur ekkert með það að gera hvort að leikir heitir 3-5-2, 4-3-3, 4-5-1. Það skiptir ekki máli. Það skiptir máli að láta litlu atriðin telja fyrir sig. Og það er það sem að gerðist ekki hér og það er náttúrulega milljón ástæður fyrir því. Það getur verið allt frá því hvernig leikmenn undirbyggu sig í september fram á móti eða þá hvernig síðustu dagarnir undirbúningi voru og svo framvegis og svo framvegis. Og það er eitthvað sem við verðum bara að taka allt í heildarpakka og taka þessu bara alvarlega en á sama tíma að horfa á það sem hefur verið vel gert. Það er bara mjög mikilvægt og það sé gert. En var innistæða fyrir þessu fyrir mót? Já, það er klárt. Hver var innistæðan? Það sem ég var að segja, við vorum augnabliki frá því, 87. mínútu móti Frökkum, þá var vítaspyrna á okkur, ef það hefði verið 1 stig í þeim leik, þá er allt galopið það ekki. Og ég telja aftur upp það sem ég var að segja, það er innistæða. Við erum hérna með leikmenn sem að leggja allt á sig og eru eins vel undirbúnir og kostur er á. Ég er að segja saman hlutin aftur, það er innistæða. Það sést til dæmis í leiknum í dag og þú talar sjálfur að leikvarnin og allt það er ekki nægilega góð. Þú varst að tala það fyrir bara 5 mínútur síðan. Ég sagði að leikfærnin verður að verða betri. Það er mjög... Við erum eftir á hann þessi lið, það sést bara. En samt sem áður getum við alveg náð árangri. Það er alveg hægt. Það er svo stutt á milli sem ég er búinn að segja núna við í þrígang. Það er svo stutt á milli að litli hlutin dettur með okkur og við höfum fullt af kostum sem aðrir hafa ekki. Við höfum gríðarlega sterkt hugafar, við höfum líkamlegan styrk, við höfum taktískt lið og sterka einstaklinga í sínu styrkleik. Og þegar það dettur með manni þá getur allt gerst og það er það stutt á milli. Sömuleiðis.